Gervihnattamyndir sýna að Rússar eru byrjaðir að byggja upp hernaðarmannvirki við landamæri Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna, ógn sem verður að taka alvarlega, segir yfirmaður í sænska hernum. Matarkarfan á Íslandi er sú næstdýrasta í Evrópu og hefur hækkað mest á undanförnum árum. Íslendingar greiða að jafnaði helmingi meira fyrir matinn en íbúar annarra Evrópuríkja. Lokasprettur þingstarfanna þennan veturinn er hafinn. Uppgjörið verður í kvöld á eldhúsdegi á Alþingi. Það hefur margt gengið á síðustu vikur og því viðbúið að umræðurnar verði fjörugar. Hátt í 40 vísindamenn bandarísku geimferðarstofnunarinnar NASA koma hingað til lands í ágúst til að rannsaka áhrif almyrkva á sólu og andrúmsloft jarðar. Tyggjóklessubaninn svokallaði heldur áfram vinnu sinni við að fegra Reykjavíkurborg nú með því að ráðast á veggjakrot í miðborginni. Og hvert er markmiðið með þessu? Að borgin sé fegurri heldur hún er í dag. Komið sæl. Rússar byggja upp hernaðargetu við landamæri Norðurlanda og Eystrasaltsríkja samkvæmt nýrri rannsókn norrænna fjölmiðla. Yfirmaður hjá sænska hernum segir þetta ógn sem verði að taka alvarlega. Norrænu almannaþjónustumiðlarnir SVT, DR og NRK og eistneski miðillinn Delfi birtu niðurstöðurnar í morgun. Þær byggja einkum á samanburði gervihnattamynda frá svæðum næri landamærum Rússlands við Noreg, Finnland og Eystrasaltsríkin. Myndirnar sýna nýjar herbúðir, ný svæði fyrir ökutæki og önnur hergögn á rússneskum stöðum frá Kólaskaga til Kaliningrad. Skógar hafa verið ruddir, gamlar herstöðvar, endurbyggðar og aðrar stækkar, svo auðveldlega megi koma fyrir á bilinu 80 til 115.000 hermönnum. Myndirnar sýna mestu uppbygginguna við Petsamo eða Petsenga á Kólaskaga, einungis 10 kílómetra frá landamærunum að Noregi. Gervihnattamyndir sýna tómt svæði í Lúka, 120 kílómetrum frá landamærunum að Pólandi í október. Í febrúar birtust 100 faratæki hið minnsta. Full of trucks with ammunition loads. Reason is readiness. At the time of Ukraine war, I haven't seen this kind of amount of trucks here. Yfirmaður leyniþjónustu sænska hersins segir Rússa byggja mannvirki sem geta tekið á móti hermunum þegar innrásarstríði þeirra í Úkraínu lýkur. Ja, det är vad man planerar. Så om intentionen, det vill säga avsikten från rysk sida skulle infinna sig så kan man naturligtvis använda de här resurserna. Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. Det är i högsta grad ett hot som vi bör ta på allvar. Íslendingar greiða jafnaði 55% meira fyrir matvörur en íbúar Evrópusambandsins. Þetta kemur fram í samantekt Samkeppniseftirlitsins. Matvaran er dýrust í Sviss en næst dýrust hér. Til samanburðar þá eru Norðmenn 32% yfir meðaltalinu, Danir 18%, Írar 14% og Finnar og Svíar 6%. Mjólkurvörur eru dýrastar á Íslandi eða rúmlega 90% yfir meðaltali ESB-landa. Kjötvörur eru 74% yfir meðaltalinu og hafa hækkað meira en aðrar matvörur á undanförnum árum. Og hingað er kominn Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins. Vertu velkominn hingað til okkar. Af hverju er matarkarfan svona dýr hér? Já, það er það sem við ætlum núna í framhaldinu að varpa ljósi á. Við ætlum að taka samtöl við aðila á markaðnum og erum að afla mikilla upplýsinga. Það er ljóst að samkeppni á mjög að brattan og sækja í litlu hagkerfi sem er frekar loka með lítinn sérstakann gjaldmiðil og talsverða tollvernd á dagvörumarkaði, þannig að en það er ýmislegt fleira sem við þurfum að skoða, samkeppnishindranir og aðgangshindranir. En af hverju er matarkarfan hækka mest hér á síðustu 5 árum? Það er fleiri en ein skýring eflaust á því, en ein skýringin er svo að hér hefur verið gengið miklu lengra í að undanþiggja afurðastöðvar í landbúnaði frá samkeppnislögum, heldur nokkuð stærri kringum okkur. Alls stærri kringum okkur eru samkeppniseftirlit að stöðva samruna sem að skaða hagsmuni neytenda og bænda. Hér hefur samkeppnislögunum verið kippt úr sambandi að því leyti og kjöt og mjólk hafa hækkað mjög mikið. Þetta er ein ástæða þess og sem að þetta kemur niður á neytendum endanum. En takið þið tillit til launakjara í þessum samanburði því að laun eru jú hærri hér og í Sviss?
Við erum ekki að skoða það sérstaklega í þessum tölum en aðrar greiningar sem hafa komið fram nýlega sýna eða gefa til kynna að skýringarna sé að minnsta kosti ekki að vera leita þangað. Nei, þannig að þetta bara bitnar fyrst á neytendum. Já. Páll Gunnar Pálsson, takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýra fyrir okkur. Takk. Við snúum okkur að allt öðru. 20 starfsmenn hjá fiskvinnslu Brims á Vopnafirði missa heilsársstörf sín mánaðamótin. Stjórnendur bjóða þeim vertíðar vinnu í staðinn. Hljóðið bara mjög þungt, ekki bara hjá starfsmönnum, heldur bara á Vopnafirði öllum, sko. Þetta stærsti vinnuveitandinn á Vopnafirði og þannig að þetta hittir það samfélag mjög illa. Hjá Brim á Vopnafirði starfa 70 manns allan ársins hring. Í dag þar vinnsla á uppsjávarfiski eins og loðnu, síld og makríl. Þar líka fiskimjölsverksmiðja og rannsóknarstofa. Á Vopnafirði bjuggu 503 1. janúar samkvæmt tölum Hagstofunnar. Varaformaður Afls starfsgreinafélags sat starfsmannafundinn í dag og segir áhrifana eiga eftir að gæta víða á Vopnafirði. Þetta fólk sem búið að vinna þarna síðan fyrir aldamót, þetta eru heimamenn, þetta erlent starfsfólk. Þetta bara dreifður hópur. Brim skýrir breytinguna með því að það sé einfaldlega ekki næg vinnsla til að hafa svo marga í heilsársvinnu. Eftir að hægt var nær allri vinnslu á bolfiski 2018 sé vinnan langmest í vertíðum. Í 30 vikur á ári utan þeirra sé lítið að gera. Við höfum skoðað það í nokkuð skipti og síðast fyrir ári síðan að finna verkefni fyrir starfsfólkið okkar á milli vertíða. En það hefur ekki tekist. Hjálmar segir að þessi áhrif gangi vonandi tilbaka með því að búa til annars konar heilsársstörf við fjörðinn, en það sé langtíma verkefni. Og samfélagslega ábyrgð okkar á Vopnafirði fyrst og fremst að reksturinn sem við stöndum í á Vopnafirði gangi vel. Maður fékk svona pínlítið flashback bara í gamla tíma að þegar þó að það sé nú kannski ekki beint að gerast og útgerðir sé að hverfa en við munum söguna. Íbúar í Belfast á Norður-Írlandi lýsa stríðsástandi vegna óeirða í borginni eftir að flóttamaður réðst á mann með hníf. Forsætisráðherra Bretlands segir ofbeldi og íkveikjur algjörlega óréttmætt. Belfast búar vöknuðu upp við brunarústir á götum úti, skemmdarverk og mikla eyðileggingu eftir óeirðir síðasta sólarhrings. Someone said the fire opposite to mine on fire and then it all kind of blew up because of the cars in between, you know. And my front door was on fire as well. It's horrific. It's terrifying being on the street at this time and it's like a war zone as you can see. But there's no justice where we live. Mótmælin brutust út stuttu eftir að 30 flóttamaður frá Súdan var ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu hnífs á almannafæri og hótanir. Lögregla segir hann hafa sótt hæli 2023 stuttu eftir að hann kom til Norður-Írlands. Myndskeið af árásinni fór í dreifingu á samfélagsmiðlum. Þar sést árásarmaðurinn Hadi Alodit sitja klofvega á öðrum manni og stinga hann oft í andlit og háls. Á öðru myndskeiði sjást nokkrir einstaklingar yfirbuga árásarmanninn þar til lögregla kemur á vettvang. Þolandinn á 50-aldri. Hann var fluttur alvarlega særður á sjúkrahús, missti vinstra augað, hlaut sár á því hægra sem og alvarleg sár á hálsi og baki. Fólk safnaðist saman í nokkrum borgarhlutum, margir voru grímuklæddir og kveiktu í bílum og íbúðum. Fréttamaður breska ríkisútvarpsins segir mótmælendur hafa öskrað burt með útlendinga. Lögregla segir yfir 100 hafa verið ákærða vegna óeirðana. Lögreglustjóri Norður-Írlands biður fólk að sýna stillingu og leyfa réttarfarinu að hafa sinn gang. I want to thank the Police Service of Northern Ireland and other first responders and members of the public who responded with such bravery. And our thoughts are with the victim. But let me be clear, Mr. Speaker. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. Eldhúsdagsumræður á Alþingi verði í beinni útsendingu í sjónvarpi og Rás 2 í útvarpi strax að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður á Alþingi. Magnús Geir, við hverjum að búast? Þetta verður nú með hefðbundnu sniði sem fyrr, 2 umferðir, 2 ræðumenn frá hverjum flokki, auk þess sem Guðmundur Ingi Kristinsson sem nú utan flokka fær að halda ræðu.
Það svo sem á nóg að taka, það eru háir vextir á verðbólga, dýrasta matakarfan eins og við heyrum hérna áðan, ólga í heimsmálunum og ég ætla að leyfa mér að fullyrða að Evrópusambandið verði nefnt hér að nafn, jafnvel oftar en einu sinni. En hjá mér sú sem kemur til með að stýra þessum umræðum í kvöld, Þórunn. Ertu spennt fyrir kvöldinu? Já, alltaf spennt fyrir eldhúsdegi. Það er gaman að gera veturinn upp og það ætlum við að gera í kvöld. Eldhúsdagurinn markar yfirleitt svona upphafið að þinglokunum. Sérðu fyrir þér hvenær þessi þinglok geta orðið? Ég held að verði bráðlega. Ég ætla ekki að tiltaka neitt sérstakann dag. Við erum ennþá innan starfsáætlunar en það kann að vera að við þurfum að bæta nokkrum dögum við. Er langt á milli flokkana? Ég held að þeir færist nær og þetta sé allt sé allt á leiðinni rétta átt og ég hef fulla trú á því að þingflokksformenn komi sér saman þinglokasamning. Takk fyrir það, Þórunn. Sólin farin að skína hér og samkvæmt veðurspá á að vera mjög gott veður næstu daga. Það geti liðkað til fyrir þinglokunum en við ætlum að draga okkur í hlé í bili. Við komum aftur hérna á slaginu 1940. Takk fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson. Við missum ekki af eldhúsdegi í beinni útsendingu. En þá að allt öðru. Röskun á sjúkraflugi var nýtt til að þrýsta á Reykjavíkurborg að fella tré í Öskjuhlíð að mati Ríkisendurskoðunar sem segir flugöryggi ekki eiga að vera samkomulagsatriði. Nærri 3,5 ár liðu frá því að Isavia sagði nauðsynlegt að grípa til aðgerða þar til borgin brást við. Flugbraut 1331, einnig þekkt sem flugbraut austur-vestur á Reykjavíkurflugvelli var lokað aðfaranótt 8. febrúar á síðasta ári. Að kröfu Samgöngustofu sem taldi tré í Öskjuhlíð ógna flugöryggi. En málið á sér þó lengri aðdraganda því haustið 2021 tilkynnti Isavia borginni að nauðsynlegt væri að gresja skóginn til að tryggja flugöryggi en borgin greip ekki til aðgerða fyrir en að lokunin tók gildi 3,5 ári síðar. Stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar málið var kynnt í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis í morgun. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar sem telur hátt í 80 blaðsíður er málið tíundað og áralangir misbrestir sagðir hafa verið á samráði milli borgarinnar, Isavia og Samgöngustofu í aðdraganda lokunarinnar. Alvarlegar athugasemdir eru gerðar við að flugöryggi hafi verið gert að samkomulagsatriði milli ríkis og sveitarfélaga. Eftir að borgin hófst handa við að fella trén tók það 19 daga að fá undanþágu vegna sjúkraflugs. En lokunin var ekki afnumin algjörlega fyrir en eftir 47 daga. 1600 tré voru felld. Ríkisendurskoðun segir að ekki verði annað séð en að skilyrði til undanþágu fyrir sjúkraflug hefðu átt að liggja fyrir mun fyrr. Gögn bendi til þess að það hafi ekki verið forgangsmál Samgöngustofu eða Isavia að draga úr röskun á sjúkraflugi. Þvert á móti virðist lokunin hafi verið nýtt til að knýja fram aðgerðir af hálfu borgarinnar. Innviðaráðuneytið, Samgöngustofa og Isavia hafna því. Ríkisendurskoðun bendir á að ekki sé hægt að semja alþjóðlegar flugöryggiskröfur. Innviðaráðuneytið þurfi að tryggja áframhaldandi samstarf ríkis og Reykjavíkurborgar þróun flugstarfsemi í Vatnsmýri. Skipulagsreglur flugvallarins hafi ekki verið endurskoðaðar síðan 2009, þrátt fyrir að margt hafi breyst síðan þá. Nauðsynlegt sé að bæta samráð, samninga, reglur og verkferla. Nánar má lesa málið á rúv.is. Það hefur alltaf legið fyrir að laga í Íslanda regluverki Evrópusambandsins, segir fyrrverandi utanríkisráðherra. Nú þurfa að halda staðreyndum á lofti að Íslandi sé miklu betur borgið utan ESB. Alþingi hefur samþykkt að þjóðaratkvæðagreiðsla verði hér á landi laugardaginn 29. ágúst framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins sagði í sjónvarpsfréttum í gær að Íslendingar færu að miklu leyti eftir Evrópulöggjöfinni og aðlögunin sem þyrfti, umgjörðin samningagerðina, yrði sú sama og lá til grundvallar árið 2010. Hún veitir nú þegar sveigjanleika til að hrinda í framkvæmd ákveðnum stjórnkerfisbreytingum eftir endanlegt þjóðaratkvæði aðild. Þetta bara skýrt og þetta staðfestist auðvitað hjá stækkunarstjóranum sem talar sveigjanleika. Það eru alltaf legið fyrir. En við erum, ef við höldum áfram þessa aðildarumsókn sem að ríkisstjórn Íslands er búin að plotta með Evrópusambandinu, þá byggir þetta á aðildarumsókninni, að hún sé í gildi. Þar erum við með samning við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins aðlögun. Og það var þannig að við fengum 8.000 milljónir í að aðlaga okkur. Og þar er þetta bara skrifað út að framkvæmdastjórnin ákveður það
Hvernig hún veitir þessu fjármunum sem miða því að aðlaga okkur að regluverki ESB. Guðlaugur Þór segir að ríkisstjórnin forðist umræðum ESB því eftir því sem hún sé meiri þá minnki fylgið. Það sé ásetningur stjórnarinnar að hafa atkvæðagreiðsluna að sumri svo umræðan verði lítil. Hún reyni að villa fyrir kjósendum. Og markmið okkar sem að teljum að Íslandi sé miklu betur borgið utan Evrópusambandsins. Okkar verkefni verður bara að koma staðreyndum áleiðis, bara eins og við erum að tala núna aðlögunina. Og það verður þetta áskorun og það reynir mikið á fjölmiðla sem við vilja taka sig alvarlega. Það reynir mikið á þá. Hvort að þeir eru með byggja fréttir á staðreyndum og hvort að þeir komi með bæði sjónarhornin eða hvort að þetta verði eitthvað eintal þeirra sem vilja ganga inn í Evrópusambandið. 40 vísindamenn bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA koma hingað til lands í ágúst til að rannsaka áhrif almyrkva á sólu á andrúmsloft jarðar. Framkvæmdastjóri Geimvísindastofnunar Íslands segir þetta stærsta verkefni sem NASA hefur ráðist í hér á landi. I mean, there's no question that one of the best places on Earth to see the eclipse this year is Iceland. But for Iceland to be the stage by which the researchers from NASA come and work with the researchers who are here, that's really quite special. And hopefully, through this research, not only will we learn more about our nearest star, but we'll also learn more about how Iceland can participate more in the future with space science and exploration. Kelly Korrek með doktorsgráð í geimeðlisfræði og fer fyrir hópnum frá NASA sem kemur hingað til lands í sumar. We're researching both the sun and the atmosphere here. We will be flying WB-57 out of Keflavik Airport, and that will follow the path of the eclipse and take images of the solar corona or the outer crown or atmosphere of the sun that you only see with our eyes during a total solar eclipse. It will take images to help us understand that what happens and how it outflows and changes and creates space weather that creates aurora. And then we will also be launching balloons that will study our atmosphere. Þá nýtist rannsóknin við að bæta veður- og loftslagslíkön og vísindamenn öðlast dýpri skilning á geimveðri. So this is the weather that astronauts need to know as they journey on their way to the moon and Mars. It's also what we know to better predict aurora, to better predict when these things could possibly affect our power grids or airplane flights. Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra vinnur að aðgerðaáætlun vegna almyrkvans í samstarfi við markaðsstofur, ferðaþjónustufyrirtæki og fleiri. Yfirlögregluþjónn segir skipulagningu á lokametránum. Það eru umferðarskipulögin sem að skipta máli. Það er þjónusta við, ýmiss konar þjónusta. Það verður aukning í erlendu ferðamönnum. Það er klárt að við Íslendingar munum vilja sjá þetta. Við erum að leggja áherslu á að hér á suðvesturhorninu, þéttbýlasta svæðinu, að þar getum við verið að grilla út í garði og upplifa þennan atburð. Þannig að við þurfum kannski ekki endilega að setjast upp í bíl og búa til einhverja þjóðvega hátíð úr þessu. Heldur getum við upplifað þetta heima hér á suðvesturhorninu. En það er klárt mála að Íslendingar á öðrum landsvæðum að þau munu vilja koma og upplifa þetta. Þannig að við þurfum að hafa umferðarskipulag, við þurfum að hafa með okkur lögreglan þarf aðstoð björgunarsveita, vegagerðirnar og það eru fjöldamargir aðilar sem eru að leggja hönd á plóg til þess að þetta gangi sem best. Guðjón Óskarsson, tyggjóklessubaninn, hefur bætt betur og hreinsa nú einnig krota veggjum miðborgarinnar til að fegra borgina. Listaverk á útkrotuðum vegg í Vesturbæ Reykjavíkur er nýjasta viðbótin. Ég fer oft í meðabúðina að versla, góð kjörbúð og góð matur. Og ég keypti hérna fram hjá sem árum saman og er alltaf að dásama þetta verk. Og síðan þegar ég kem fyrir hornið, þá var rosalega mikið bara ljótt graffiti þar og mjög ljótt. Og það var það mikið að ég vissi að ég myndi aldrei geta hreinsa það. Þannig ég að fá einhverja öðruvísi aðstoð. Hans verk út allt, þannig að ég sá hann mála. Þannig að ég talaði bara við hann, spurði hvort að vera tilbúin að gera þetta og hann var til í það. Hvönn Artig á Maríóbrósverkið á grindverkinu á Hósvallagötu og hefur hafist handa við nýja vegginn við Hringbraut. Ég vil að varðveita steinverki af því að það er einhvað mjög mikilvægt hverfinu. Hér verður eldgos, hraungólf, báserskrimsli og prinsessu. Og þetta er líka hér verður pípa.
og vesturbæingar virðast fagna framtakinu. Det var alltaf að hrósa og hanga, Pípa. Pípa, já, pípi og já, mjög gott. Þannig góða viðtökur. Já. Einhverjir þekkja Guðjón sem tyggjóklessubanan en hann hefur hreinsað 100.000 tyggjóklessa af götum borgarinnar. Hann ræðst nú einnig á krotið og hefur gert samning við 37 húseigendur að halda eignum þeirra hreinum. Og garanteraði það að ef það kemur krot á eignina þeirra, þá myndi ég taka hana burt á morgun eða hinn. Og hvert markmiðið með þessu? Að borgin sé fegurri heldur hún í dag. Og þá það veðrið austlæg eða breytileg átt 3–10 metrar á sekúndu á morgun. Það léttskýjað sunnan á vestanland sem fer að rigna seint annað kvöld. Hiti 12–19 stig, skýjað annar staðar og smá væta öðru hverjum. Hiti yfirleitt 7–12 stig. En það verður nánar fjallar veðurhorfur að loknum íþróttum. Íslensku landsliðin í fótbolta mættu heimsmeisturunum í gærkvöld. Kvennalandsliðið lék við Spán í undankeppni HM og Argentína bjó sig undir HM í vináttuleik við strákana okkar. Í dag var ljóst hvaða liðum íslenska karlalandsliði handbolta mætir á HM í janúar. Og landsliðskonan Elín Klara Þorkelsdóttir átti stórgott tímabil í sænsku deildinni, þar sem hún var valin besti leikmaður deildarinnar. Við setjumst niður með Elínu. Íþróttir hér eftir fréttir. Og áður en við kveðjum ykkur ætlum við að rífa upp helstu atriði fréttatímans. Gervihnattamyndir sýna að Rússar eru byrjaðir að byggja upp hernaðarmannvirki við landamæri Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna. Ógn sem verður að taka alvarlega, segir yfirmaður í sænska hernum. Matarkarfan á Íslandi sú næstdýrasta í Evrópu og hefur hækkað mest á undanförnum árum. Íslendingar greiða að jafnaði helmingi meira fyrir matinn en íbúar annarra Evrópuríkja. Hátt í 40 vísindamenn bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA koma hingað til lands í ágúst til að rannsaka áhrif almyrkva á sólu og andrúmsloft jarðar. Tyggjóklessubanninn svokallaði heldur áfram vinnu sinni við að fegra Reykjavíkurborg nú með því að ráðast á veggjakrot í miðborginni. Þessum fréttatíma að ljúka og það koma íþróttum og veðri og svo það bein útsending frá eldhúsdegi almennum stjórnmálaumræðum á Alþingi sem standa fram eftir kvöldi. En nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. Við á fréttastofunni við þökkum ykkur hins vegar samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Eldhúsdagsumræður á Alþingi. Bein útsending frá árlegum stjórnmálaumræðum á Alþingi áður en þingstörfum frestað. Þingmenn allra flokka taka þátt í umræðunum. Svanasöngur Selínu, norskir leiknir þættir frá 2025. Þættirnir gerast í upphafi þessarar aldar og fjalla 17 ára stelpu sem lögð í einelti í skólanum. Leiðin á HM, þættur þjóðirnar sem eigast við á HM karla í fótbolta.